Sjúkraliðar lykilheilbrigðisstétt, ein sú alfjölmennasta og hefur verið ákveðin hornsteinn við hjúkrun, sjúkra, í rauninni á Landspítala og í heilbrigðiskerfinu öllu og reyndar víðar í velferðarkerfinu frá upphafi. Sjúkraliðar, þeir eru næst stærsta heilbrigðisstétt landsins og það eru yfir 3000 félagsmenn í félaginu okkar og það eru svona rúmlega 2100 sem eru starfandi við fagið og þar af eru yfir 600 sjúkraliðar sem starfa hjá Landspítalanum. The European Council of Practical Nurses eru Evrópusamtök sjúkraliða og þetta eru Evrópusamtök sem eru að vinna sameiginlegum málum fyrir okkar fagstétt. Á hverju ári, þann 27. nóvember, þá halda aðildarfélögin í hverju landi fyrir sig upp á þennan dag með ýmsum hætti. Ég fagna með sjúkraliðum þessum degi og vil leggja áherslu á mikilvægi þessara starfa. Viðfangsefni sjúkraliða, það er að sinna nærhjúkrun og sinna svona allra þeirra nánustu þörfum og það getur verið allt frá því að vera bara svona bjóða þeim góðan daginn og athuga bara hvernig viðkomandi hefur það yfir í það bara að vera í mjög nánum persónulegum svona samskiptum og ofan í viðkomandi sjúkling eða einstaklingi hverju sinni. Störfið er að skipta sköpum fyrir sjúklinginn og við tölum alltof sjaldan störf sjúkraliða og það mikilvægi sem að felst í þeim störfum. Að vera þessi næsti aðili sjúklingsins sem að sinnir honum í gegnum sín veikindi, það er náttúrulega algjörlega ómetanlegt bæði að sinna þörfum sjúklingana og eins líka að vera augu og eyru annarra heilbrigðisstarfsmanna og tryggja þannig í raun og veru öryggi sjúklinga með því að vakta ástand þeirra og leggja sífellt mat á það hvernig sjúklingunum farnast. Flókin samskipti við sjúklingin og aðstandendur, þetta er allt hornsteinn og í raun og veru grunnur af því að við getum veitt heilbrigðisþjónustu til veikra einstaklinga. Ég tel að sú teymisvinna sem að í vaxandi mæli er það sem að heilbrigðisþjónusta snýst þar sem hver fagaðili kemur með sinn hluta af þekkingunni að hinu flókna borði sjúklings, sem má segja. Teymisvinna er ákveðin lykill þarna og sjúkraliðar eru mjög mikilvægur hluti og hlekkur í hverju teymi. Það er skortur á heilbrigðisstarfsfólki í mörgum greinum og þekking sjúkraliðanna er mjög verðmæt og getur nýst okkur jafnvel enn betur en nú er. Sjúkraliðar og þeirra störf skipta líka gríðarlega miklu máli í þeim umbóta og gæða verkefnum sem við erum að vinna að. Ég get nefnt dæmi sem sýkingavarnir. Þetta er algjör grunnur af því að við getum rekið öfluga heilbrigðisþjónustu að sýkingavarnir sé í lagi og sjúkraliðar eru í lykilhlutverki þar. Önnur gæðaverkefni sem við erum að vinna að núna eru til dæmis byltuvarnir, þrýstingsáravarnir, næring sjúklinga og í öllum þessum verkefnum í því að sinna sjúklingum og þörfum þeirra á þessum sviðum að þar eru sjúkraliðar í algjöru lykilhlutverki. Þannig að ég sé fyrir mér á næstu misserum að við eigum eftir að leita ennþá meira í reynslu og þekkingu sjúkraliða í því að bæta þjónustu á Landspítalanum til þess að búa hér til örugga vist fyrir sjúklinga. Nám sjúkraliða hefur þróast í þá átt að nú eru gerðar meiri kröfur á klínísku starfi og sömuleiðis hefur tækniþróunin verið mjög ör. Við finnum fyrir auknum áhuga á sjúkraliðanáminu og það er mikil eftirspurn eftir þessu vinnuafli. Sjúkraliðanámið er dæmi nám þar sem að menn geta fengið fullgilt starfsleyfi heilbrigðisstarfsmanns eftir nám á framhaldsskólastigi sem er góður kostur. Menn geta komist kannski fyrr út á vinnumarkaðinn heldur en menn fara í háskóla. En samt er þetta mjög sérhæft starf og nú eru verið að skoða jafnvel tilraunir með að auka ofan á það sérhæfðara sjúkraliðanám sem er áhugavert. Einnig er það jákvætt við sjúkraliðanámið og starfið að það býður upp á að halda áfram í frekara nám ef menn kjósa að gera það kannski síðar.